What's up YouTube? Trade of the day 19. ágúst. FOMC í dag klukkan 6 í kvöld, en ég ætla að spóla tilbaka og sýna ykkur hvernig dagurinn var. Ef við förum markaðan er opna. Ég byrjaði bullish. Ég var frekar 50-50 hvaða átt við munum fara í. Við erum með þetta 15 mínútna gap hér. Við erum með, ég ætla að taka þetta út bara. Við erum með þetta 15 mínútna gap hér. Við erum með fullt að highs hér, en ef við förum á ennþá hærri time frame þá erum við að trenda niður núna. Horfum á 1 hour. Við vorum með SMT hér, higher time frame SMT sem ég var að passa mig á. Þess vegna byrjaði ég líka bullish. Ég vildi sjá ef við myndum fara þegar við opnum, hvort ef við myndum fara í þetta 15 mínútna gap og fara hærra, eða hvort ef við myndum fara í eitthvað þessum highs, þessum 1 hour gaps hér og fara sér niður. Það voru svona mín 2 narrative í dag. Ég vildi sjá hvernig við myndum reacta á þessum 15 mínútna gapi og hvernig við myndum reacta á þessum higher time frame gaps hér til vinstri. Sjáum bara hvað markaðurinn gerir þegar hann opnar. Ef við förum á 1 mínútu og erum hér. Það sem ég gerði var, klukkan er hérna 9:29, 9:30, og eins og við sjáum þá förum við niður í þetta 15 mínútna gap. Og eina sem ég er að gera er bara að bíða, sjá hvað við fáum úr þessu 15 mínútna gapi, hvort að við ætlum að fara eitthvað svona eða hvort að við förum bara í gegnum það. Byrjum að fara hérna upp, en respektum þetta hérna gap, respektum þetta 1 minute gap og förum harkalega niður. Ég er náttúrulega bara að fylgjast með. Núna byrjum við að fara harkalega í gegnum þetta 15 mínútna gap, erum eiginlega hættir að respekta það, og að fara 15 mínútna time frame þá erum við komin alveg mjög langt inn í gapið. Við erum ekki ennþá komni með 5 mínútna gap og síðan erum við með fullt af liquidity hérna, með fullt af lows hér. Eins og við sjáum hérna 1 minute líka. Ok, síðan höldum við bara áfram. Síðan komum við og við tökum þetta hérna low. Það er búin til equal lows núna, en við munum síðan taka þetta low. Tökum þetta low sem er inn í þessu hérna fyrirvæligepi. Hvað gerist eftir það? Hérna tökum við þetta low og hérna erum við að fá 5 mínútna fyrirvæligepi síðan. Síðan við spólum áfram, þá komum við hingað upp. Við fáum fyrirvæligepi hér. Er í svona? Jú. Komum við upp í 5 mínútna fyrirvæligepið eftir að við tökum þetta hérna low. Og núna er það sem ég er að fylgjast með er hvort að við ætlum að respekta þetta low og fyrirvæligepið og fara í gegnum þetta hérna fyrirvæligep. Þá værum við mjög bullish og værum mögulega að leitast í að taka þessi hérna highs, eða hvort að við séum að fara að nota þetta 5 mínútna fyrirvæligep til að delivera í þessi hérna lows. Og það sem er fáránlega mikilvægt þegar þið eru að horfa á markaðinn er að vera með þessi narrative. Vera með í hausnum á okkur, bara sjálfkrafa. Ef þetta gerist þá er ég að fylgjast með þessu, ef þetta gerist þá er ég að fylgjast með þessu. Þannig að það sem ég er að gera núna, ég er alltaf bara að bíða. Ég er að sjá hvað markaðurinn gefur mér og ég er bara að bíða. Síðan sé ég að eftir að við förum upp í þetta hérna 5 mínútna fyrirvæligep,
þá búum við til þetta hérna fyrir Veligep. Við búum til þetta hérna fyrir Veligep. Hérna, búm, förum aftur upp í 5 mínúna, stert kerti niður og invörsum þetta. Þá hugsa ég, ok, mér finnst mjög líklegt núna að við séum að fara að koma niður og taka öll þessi lows og mögulega síðan fara að delivera upp og síðan eru við með fleiri lows líka hér og hér. Þannig ég hugsa, mér finnst líklegast að narrative við að við komum niður og tökum þessi lows þannig að ég fer í short position með stopplossu mitt á þessu high inn í 5 mínúna fyrir Veligepinu og ég er með take profitið mitt á þessu hérna low. Af hverju er ég ekki með það á þessu hér? Það er bara því að ég er að hugsa út í consistency rule og mátti hreinlega ekki greiða meira. Svona. Ég fer short hér. Hérna er ég með break even og TP1. Þannig að á þessu low tek ég 40% af positioninu mínu og síðan er final TP hér. Og eins og sjáuð, þá fáum við hérna break even og TP1 með þessu frábæra kerti. Erum þá að vinna í að taka út öll þessi hérna lows og þegar ég sé þetta hérna kerti þá veit ég bara strax að við erum að fara að taka allt þetta hérna út. Við erum ekki að fara að stoppa bara eftir þetta low eða þetta low. Við erum að fara að taka þetta allt út, mögulega þetta hérna og síðan næsta kerti deliverar síðan alveg hingað niður og gefur okkur þá full TP. Svona er hvernig ég er að fylgjast með markaðinum. Ég er alltaf, eins og áður markaðurinn opnar, þá er ég að hugsa, eru að fara að respekta 15 mínúna gappið, eru að fara að runna í gegnum það, eru að fara upp í þessi highs, hvað eru að fara að gera? Ég er ekki bara, ok, við erum að fara upp. Það er bara eina sem er að fara að gerast. Hérna, upp í 5 mínúna, frábært delivery, fáum 1 minute, fer Veligep hér, rönnum beint í gegnum það. Strax svo þú byrjar að horfa á markaðinn út frá svona möguleikum, að þú byrðir til svona koncept að ef þetta gerist, þá er ég að fylgjast með þessu, ef þetta gerist, þá er ég að fylgjast með þessu, þá ertu strax komið svo miklu betra áhorf, viðhorf, annarkvort held ég, á markaðinn. Þannig að þetta var frábært trade. Já, þetta var einhvað í kringum 3,6 risk to reward og bara þannig að þetta var trade of the day. Endilega sendið mér í DM eða tókuð eitthvað trade í dag og látið mig vita. En segi bara þangað til næst.